Já, þá erum komið að þriðja verkefninu þar sem við ætlum að gera nýja hluti sem eru tiltölulega frábrugðnir módelleifingunni sem við höfum verið að vinna að. Við höfum verið að nota bara svona almenna glugga og almenna hurðir í öll okkar göt, en núna ætlum við að fara að setja inn hannaða glugga og hannaða hurðir í staðinn. Við höfum hérna í leiðbeiningunum svona yfirlitsmynd hérna af fyrstu og annarri hæðinni þar sem gluggarnir eru merktir með númerum, svona hefðbundin glugga og hurðamerkingar á verkteikningum til þess að geta að vísað hérna af grunnmyndum yfir í smíðateikninguna af gluggateikningunni eða af gluggunum sem við höfum þá hérna. Þannig hérna erum við með málsetningar af öllum gluggunum. Þannig að við sjáum hérna að G1 er með þessi mál hérna og þessi mál eru þannig að þetta eru málin á karmamálin. Þannig að gatmálið er fúunni stærra, þannig að þessi gluggi er með fúu upp á 10 mm á megin. Sjáum það betur seinna. Þannig að gatmálið fyrir G01 er vantarlega 2200 og 1500. En til að geta komið gluggunum í steypugatið að þá er glugginn aðeins minni og fúan er þá 10. Þannig að málsetningin á gluggunum er sem sagt karmmálið og málin hérna í póstana eru frá karmenda yfir í miðjan póst. Þannig að hérna er með karmend yfir í miðjan póst yfir í miðjan póst. Allir karmar eru 50 sinnum 120 og allir útkarmar hérna og póstar en karfurinn í hérna opnalega þegin eru 50 sinnum 50. Þannig að þetta ætlum við að teikna og við erum hérna bæði með glugga og hurðir. Hérna sjáum við til þess að samsettu glugga í hornunum að við þurfum þá að teikna þetta sem er glugginn í norðaustur glugganum þar sem við vorum að teygja og bara yfir einhvern annan til þess að gluggarnir ætu upp steypuna svo að það kemur gat og svo leitir þetta alltaf hálf kjánlót alltaf. En núna ætlum við að teikna rétta gluggan og þá er þessi hérna endi að þá er hann teiknað þá bara 120 sem 120 póstur og síðan þessi póstur 120 sem 120 og svo hittast þeir bara og verða ofan einhver öðrum. Og eins hérna þá er þessi endi hérna hann teiknaður 120. Og svo eru þá hurðir hérna. Við sjáum það nú að ég er kannski ekki alveg samkvæmt sjálfur mér og ég er til þess með hurð á hvar er hún? Hurð sem er verið með G11. Já, ég var sniður, ég er ekki með hana hérna. En hurðir á efri hæðinni sem er þá þessar hurðir hérna. Að ég gef kannski eftir því seinna en ég teikna það sem glugga af því að þetta er sambland og er eiginlega glerhurð en þetta er svona sambland af glugga og hurð en ég hafði teiknað bara sem glugga en þetta lítur nákvæmlega eins út og er bara notað annað template en þetta hefði stráttu tekið á vatn alltaf vera hurð og eins frá þessi nummer 11 og þetta hérna þá hurður ekki gluggi. Þannig að þið hafið þessa mynd hérna og síðan ætlum við að búa þá til töfluna sjálfkrafa sem étur upplýsingar úr objektunum alveg svo þetta hérna gerir og býr til þessa töflu með þá þeim upplýsingum ef maður hefur þær upplýsingar viðkomandi glugga. Þannig að sjáum hvað þetta gerir fyrir okkur. Svo er gott að hafa líka hérna
eitt gæl við sjáum hérna undir fyrirlestra, undir bæklingar manúalar, þá höfum við hérna RAC 2010 Family Guide, svo við opnum það þá fáið þið hérna leiðbeiningar hvernig við búum til fjölskyldur og fjölskyldunar eru allar búnar til með sömu prinsipum, þannig að það atriðið að skilja kannski family editorinn og síðan erum við með einhverjar aðgerðir til að búa til mismunandi hluti og aftast held ég að við sjáum bara efnisyfirlitinu aftast erum við að búa til creating the window geometry og þá getur við farið að síðan en annars ætla ég að útskýra þetta líka í frekari klæðum en þá hafið þið þetta hérna sem svona ákveðin grunn af því sem þið ætla að gera